Byggingarleyfi og lóð, Stamphólsvegur 4. Erindi frá VK List lagt fram. Í erindinu óskað eftir nýrri lóð við Stamphólsveg 4. Einnig óskað eftir byggingarleyfi fyrir húsi í pakkhúsastíl fyrir léttan iðnaðar eða listastarfsemi og þjónustu. Húsið timburhús á staðsteyptum sökkli með steyptri botnplötu. Erindinu fylgja teikningar unnar af Sveini Valdimarsinni, dagsettar 7.5.2018. Erindinu fylgir samþykki nágranna fyrir nýrri lóð. En skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn og stofnaði verði nýja lóðir við Stamphólsveg 4 og 6 og byggingaáformin verði samþykkt með fyrirvara grenndarkynningu eiganda Stamphólsvegar 2 ásamt fullnaðarhönnunargögnum og jákvæðum umsóknum heilbrigðiseftirlits, vinnueftirlits og slökkviliðs. Ármann, þú myndir kannski koma bara í pontu og svara þá spurningum ef að þær kom upp varðandi þetta mál. Gjörðu svo vel. Takk fyrir Hjálmar. Bæjarstjórn. Já, þetta mál hefur verið tekið fyrir einu sinni áður í skipulagsnefnd og fyrir leikur samþykki nágranna fyrir samþykki á nýrri lóð við Stamphólsveg 4 og þá sáum við fyrir okkur að hafa þá eina lóð í viðbót sem þá Stamphólsvegur 6. Í drögum að miðbæjarskipulagi er gert ráð fyrir einni stóri lóð á þessu svæði en í þessum tillögum þá þeirri lóð verið skipt upp í tvær lóðir. Þetta við hliðina á Salthúsinu og það er þá að hluta til nýttur inngangurinn, innkeyrslan inn á Salthúsið fyrir þessar tvær lóðir, 4 og 6. Umsækjandi fyrirhugar að byggja hús í pakkhúsastíl og skipulagsnefndin hefur tekið bara vel í erindið á bæði fyrsta fundi og þá var óskað eftir nánari gögnum og nú liggja þau fyrir og þetta er í rauninni tvíþætt. Það er þá umsókn lóð sem þarf að stofna og svo er líka umsókn samþykki byggingar áforma. Skipulagsnefndin leggur það til að þetta verið grenndarkynnt, teikningarnar verið grenndarkynntar fyrir Stamphólsveg 2, eigendur Stamphólsvegar 2 og hafa nú þegar samþykkt með undirrituninni lóðablað fyrir Stamphólsveg 4, eigendur Stamphólsvegar 2. Það eru eitthvað spurningar og Jón getur nú kannski kastað upp teikningunum. Pakkhúsin eru svona svipuð að það hefur komið á Ísafjörð og séð þarna pakkhúsin sem eru þar, svörtu húsin með svona, þetta eru frekar há og brött þök og já, þið sjáu það á skjánum. Þarna er þá fyrirhugað að hafa svona vegstæði og þá verslun. Teikningarnar eru unnar af Sveini Valdimarsinni, byggingafræðingi og eru yfirfarnar af mér og skipulagsnefnd. Og eins og með aðra verslun og þjónustu þá þarf umsókn heilbrigðiseftirlits, slökkviliðs og vinnueftirlits áður en hægt er að veita byggingarleyfi og byggingarfulltrúi að sjálfsögðu fer fram á sértekningar áður en að byggingarleyfi er veitt. En við erum þá aðalega að taka til þess núna hvort eigi að stofna á lóðina og heimila veitingu byggingarleyfisins. Já, gjörðu svo vel. Þessi grenndarkynning, hvað er með það á niðurskurðsvæði? Bara eigendur Stamphólsvegar 2. Já, það er sem sagt, lögin gerir ráð fyrir því að það er skipulagsnefnd sem metur fyrir hverjum á að grenndarkynna og svo er sjálfsögðu hægt að kæra það mat en skipulagsnefnd metur það þannig að þetta hafi engin áhrif á aðra heldur en eigendur Stamphólsvegar 2 og þá er verið að líta til skuggavarps, innsýni og nálægar mannvirkja og nýtingamöguleika, hvort það sé verið að skerða þá og það er náttúrulega verið að gera það að hluta við Stamphólsvegar 2 með því að samnýta innkeyrslunar en Stamphólsvegur 4 myndi þá vera með sér bílastæði fyrir sig. Þannig að Stamphólsvegur 2 er búin að samþykkja sameiginlega innkeyrslu og í rauninni búin að samþykkja. Já, samþykkja stofnun lóðarinnar og byggingarreitsins en þeir eiga eftir að samþykkja með ritu sinni á teikningarnar sjálfar, mannvirkið, hæðina á því og breiddina á hana og við setjum þann fyrirvara í bókunum okkar.
Takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust. Nú, ef enginn hefur hvað sér hljóðs að þá þeir sem eru sammálaði að samþykja byggingaráformin með þessum fyrirvörum, þar að segja grenndarkynningu, fullnaðar hönnunargögn og jákvæðan umsögn og heilbrigðiseftirlit, vinnueftirlits og slökkviliðs, þeir sem eru sammála því, gjör svo réttu bönd. Það er samhljóða. Þá er það mál númer 2. Það er einnig umsókn byggingarleyfi, það er Víkurbraut 60. Þarna verið að sækja stækkun og ákveðna breytingar á því svæði. Nú, þetta er Nettó eða Urtusteinn sem sækir Hérna Ármann, þú myndir kannski koma þessu upp og útskýra, við erum svo sem öll búin að sjá breytingarnar og mér skilst að í skipulagsnefndinni hafa nú ekki fólki litist alveg á öll áformin. Þannig að þú myndir kannski koma þessu upp, Ármann, og bara útskýra og svara þá fólki úr sæti. Takk fyrir. Já, eins og Hjálmar kom inn á áðan þá var fundur skipulagsnefndar haldinn á mánudaginn og þá var svolítið knappu tími þar sem það þarf að senda át fundarboð bæjarstjórnar með 2 daga fyrirvara. Þannig að það var kannski ekki hægt að sjá fyrirfram hvernig bókanirnar færu. En skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórnar málinu verði frestað þar sem að framkvæmdirnar munu hafa áhrif á gangandi vegfarendur í kringum svæðið og það liggur náttúrulega ekki fyrir deiliskipulag fyrir svæðið. Þannig að við tökum ákvarðanir með tillit til hverja umsóknar fyrir sig. Skiljið, það er ekki deiliskipulag til þess að styðjast við. Þannig að við þurfum að meta hvert mál fyrir sig og umsóknin fellur að því að stækka mannvirkið til vesturs, sem sagt í 8 Víkurbraut, og eins að bæta við bílastæðum sunnan megin við Nettó eða Víkurbraut 60. Já, einmitt, og líka að stækka austur, segi. Og skipulagsnefnd fannst bara, ef ég má segja, bara mörgum spurningum ósvarað. Það er út af því að það vantaði kannski svona tengingu gangandi vegfarenda við umhverfið. Þó að það sé verið að færa gönguleiðina, þá þarf að hugsa þetta kannski í víðara samhengi. Og skipulagsnefnd óskaði bara eftir því að fá umsækjendur inn á fund skipulagsnefndar og málið yrði útfært kannski nánar. Takk fyrir þetta, Ármann. Já, ég held að það sé rétt mat. Það er ófrágengið sunnan við húsið, þar er ráðgert að séu bifreiðastæði, en einnig er það gangstétt og þetta er nú gönguleiðin upp á íþróttasvæðið. Það er ekki gangstétt hinum einn á lóð þar sem að Geó hótel er. Þannig að það verður nú lagt til að bara fresta þessu máli og þetta verður unnið betur. Mér skildist það kom fram allstaðar að þetta væri ekki alveg nógu góð útvæsla upp á bara öryggi gangandi vegfarenda. Þannig að ég mun taka undir það, en Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, bara til þess að það falli ekki of neikvætt ljós finnst mér á þessa umsókn þá vill ég ætla að meina að nefndin hafi tekið vel í stækkun og byggingunum sjálfu. Hún lítur mjög vel út teikninguna því leturinn til og vissilega einhver bílastæði sem tapaðist, en umræða sneri nú ekki beint að því. Þetta var aðalega einmitt hvort það var ekki hægt að útfæra aðgengi fyrir gangandi vegfarendur á eitthvað betri hátt á þessu svæði. Það er nú þegar mjög erfitt fyrir gangandi og hjólandi að komast hana óljós svæði hvar á að fara yfir, og ef áfæri í breytingu á þessari lóð þá er náttúrulega að gera nýta tækifærið og betrumbæta, og vildum við bara fá að gera það eða þá ný nefnd að gera það í samvinnu við forsvarsmenn Nettó og óskaði það eftir að fá það á næsta fund til að ræða nánari útfærslu aðalega á gönguleiðum. Takk. Takk fyrir þetta, Marta. Næstur á mælskrá er Fannar, gjörðu svo vel. Paljú, þú ert svo. Já, forseti, bæjarfulltrúar góðir. Þetta er bara smá hugleiðingar hjá mig varðandi verslunina þarna á þessum stað.
Við höldum upp á Netto og hérna er ekkert út á þá að setja, en við vitum alveg að til dæmis bílastæði hérna á þessu svæði, þau eru mjög á skornum skammti og ekki hefur það nú farið skánandi. Það er þannig ef menn komi hérna eftir hádegi, hvort sem er á heilsugæslustöðina, hingað á bæjarskrifstofuna eða í verslunina eða aðra þjónustu sem hérna er, þá getur verið erfitt að fá stæði. Ég er að velta fyrir mér svona hljóðslegar hugreiningar hvort að þetta ekki að hugsa þetta aðeins í víðara samhengi og benda Netto á það að hérna eru alveg fyrirtækslóðir, norðar Víkurbrautina, merktar nr. 66 og alveg upp í 72. Og rúmgóðar og hérna vel staðsettar lóðir einmitt fyrir þjónustu eins og til dæmis verslun. Og ég held að hérna eigendur félagsins ættu bara að hugsa stórt og til framtíðar og huga að því að byggja þarna almennilegt verslunarhúsnæði. Ég held að verslun hér með skýrst án hafi aukist verulega og ferðamenn eiga sín þátt í því, vaxandi íbúafjöldi hérna á þessu svæði. Ég held að Netto líka þjónusti sjávarútveginn heilmikið, skipin og svo framvegis. Og mér sýnist þetta að vera ágætlega rekið fyrirtæki og ég held í auglýsingu segja að það séu 14 verslanir landa allt. Ég held að sé alveg komið að því að huga því bara að setja hérna almennilega verslunarmiðstöð eins og við sjáum gert annar staðar. Auðvitað gæfist á öðrum bara kost á því líka, öðrum stórum keðjum að setja hérna niður verslun. Ég held að við ættum að koma því á framfæri úr því að tala við forsvarsmenn þessa fyrirtækis að benda þeim á bara annan valkost. Það er verið að prjóna við þetta í austur og vestur og hérna einhvern veginn finnst mér þetta ekkert sérstaklega reisulegt á eftir og það sést bara þegar að verið að gera aðföng hérna að húsinu. Stóri vörubílar og jafnvel trailerar þeir eru mjög erfitt með að komast að þessu, sérstaklega þegar bílastæðin eru stöppuð. Og með því að hanna myndarlegt húsnæði til framtíðar á góðri lóð, vel staðsettri, þá held ég að það væri öllum sómi gerður með því. Takk. Já, takk fyrir það Fannar. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég fagna því að þeir ætli nú að fara að stækka verslunina og hugsi sér að hérna, bæta þjónustuna. Ég held að hljóti allir Grindvíkingar að fagna því. En ég spyr hins vegar, sko, þegar að loksins þegar þeir ætla að gera eitthvað í sínum málum, þá eru við hérna bæjar yfirvöld með allt niður um okkur. Ég veit ekki betur en að og ég spyr hérna bara að því, ég spyr kannski að fá að setja bæjarstjórnar að því bara hvernig staða mála sé með miðbæjarskipulag. Ég veit ekki betur en allt þetta kjörtímabil og stór hluti af síðasta kjörtímabil líka, þá er búið að vera í gangi hérna hellingsvinna sem byrjaði með íbúafundum, þar sem að var leitast eftir hérna álitið bæjarbúa, hvernig menn sæju hérna þetta svæði sem miðbæ fyrir sér og það er búið að vera að vinna í því. Og svo þegar það kemur að því að verslunumenn vilja bæta hérna aðstöðuna, vonandi að koma með kjötborð og meira, þá erum við ekki klárið með lóð. Þá þurfum við að fresta. Þannig að mér finnst þetta ekki alveg hérna vera sko. Mér finnst þetta bara ekki vera nógu gott. Ég hérna spyr hvernig er staðan á miðbæjarskipulaginu? Ætlum við að vera endalaust með einhverja bráðabirgðareddingar? Þannig að ég tek undir með Fannari, kannski er það bara vænlegri kostur og einhver betri lóð. En að þurfa að fara að fresta svona máli af því að við erum bara ekki klárið með skipulagið. Eftir að vera búið nánast 2 kjörtímabil að vinna í þessu miðbæjarskipulagi. Þannig að ég bara, mér langar kannski að fá aðeins upplýsingar af það hvernig staðan er á því. Hvort að ég að vera ein grendakynningin enn hérna og bráðabirgðareddingin eða hvort þetta miðbæjarskipulag fara að skila sér í hús. Já, takk fyrir það Páll. Við erum reyndar að ræða umsókn
byggingarleyfi, reyndar á þessum bletti. Hins vegar, svo ég víki aðeins að miðbæjarskipulaginu að því það kannski vinklast inn í að þá bæði í ræðum hefur komið hér að það er orðið ansið þröngt á þessum hól sem að hér er. Það er óskipulagt hérna á austan við okkur. Þar hafði nú einhver tíma komin upp hugmynd að það væri verslunarhúsnæði. En ég held að í dag hafið sýnt sig að hér er varla hægt að fá stæði, þannig ég veit ekki hvernig á að koma því við. Þannig að ég get svo sem ekki alveg svara hvernig það er. Hins vegar það sem snýr að þessu máli er það. Ég virði skipulagsnefndina með það að það þurfa að útfæra betur þessa breytingu á lóðinni til suðurs. Þar er rætt að verið bílastæði og það verið ekið yfir gangstétt sem er eina gangstéttin við þennan götufót, þennan stubb inn á íþróttasvæðið og ég deili bara þeim áhyggjum með þeim. Ég hefði viljað sjá þetta betur útfært. Við náttúrulega stöndum með Netto, þeir okkar verslun nú er að stækka og við reynum að gera það eins og við getum, en við verðum náttúrulega að láta öryggi og annað svona ganga fyrir. Við erum ekkert að fara að stoppa þá en við viljum að hlutin séu í lagi. Guðmundur, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kannski smá misskilningur í gangi en lóðin er alveg klár fyrir þá, það er ekkert vandamál. Það snýst ekkert deiliskipulaga neitt slíkt. Þeir geta bætt við þarna ef þeir vilja, en þetta snýst bara bílastæði við suðurhlið. Og þó svo að skipulagið hefur verið gert frá fyrir við gangbrautirnar þá hefðu við klárlega tekið þá upp og það gengur ekki að vera að keyra alltaf við gangbraut til að leggja bílunum eða gönguleið. Þannig að þetta snýst þessi stormur í vatnsglasi. En áhugaverð tillagan hjá Fannari hvort þeir hefðu ekki viljað fara bara í alvöru stækkun því að miðað við það sem að sér þarna í versluninni þá er þetta orðið mikil verslað þarna og eflaust ekki þörf á að stækka þetta mun meira. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og heyrðu kannski áðan, það var ekkert áætlun mín að fara eitthvað út í umræðu skipulagi hérna á svæðinu eða framtíðar staðsetningu á stærri þjónusturýmum en það var Fannar bæjarstjóri sem fór með okkur þá inn á þá leið og umræðin er komin í gang, en þá verði ég að koma með mín 5 cent inn í þetta og komið rætt að virða skipulagsnefndina ef hennar vinna hefði verið virt síðustu 4 ár og komið með almennilega stefnumótun í skipulagi svæðisins inn í kringum okkur, miðbæjarskipulaginu, þá værum við komið með deiluskipulag, við værum komið með okkar sýn á hvernig við viljum sjá svæði fyrir okkur. Netto hefði þá verið búin að fá sín tækifæri til þess að koma með athugasemd við hvernig skipulag væri kringu sinnreit og við værum búin að ákveða hvernig sæjum fyrir okkur skipulagið. Þeir hefði þá bara þurft að leggja inn teikningu sem samræmdist deiluskipulagi og við hefðum getað samþykkt það strax. Það hefði við getað gert ef að deiluskipulagið eru tilbúin, en það var tafið og loks hent út á borðunum í lok kjörtímabilsins og er í rauninni í engri vinnslu núna. Takk fyrir það, Marta. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, Marta kom nú eiginlega inn á þann punkt sem ég ætlaði nú að nefna að þegar forseti talar hér að þeir virði störf byggingarnefndar, að þá var hann greinilega búinn að gleyma því þegar hann fór ekki eftir því sem byggingarnefndin lagði til, eftir alla þá vinnu sem var með þetta blessaða miðbæjarskipulag. Þannig að í staðinn erum við, ég get ekki séð að það sé neitt misskilningur í gangi. Forseti talar hér að það þurfa að huga að einhverjum göngustíg hérna í gegn og upp á íþróttasvæðið. Nú, við erum, ef við erum ekki klára að afgreiða þessa breytingar inn á þessari lóð, þá erum við ekki bara tilbúin.
Við vorum hérna bara í síðasta máli með Stammpólsveg. Þar erum við að samþykkja til bráðabirgða. Eða þar erum við, það svæði hefur verið inn í þessu miðbæjarskipulagi. Nú þarf það að fara í grenndarkynningu. Þannig að það er ekki eitt, það er allt. Að við erum ekki búin að klára þessa miðbæjarskipulagningu. Það er náttúrulega bara alveg fyrir neðan allar hellur. Auðvitað fögnum við því að matvöruverslunin er að stækka og allt það. En það sem ég langaði bara að benda á hérna var það að þetta miðbæjarskipulag sem er búið að leggja svo mikla vinnu í og hluti af meiri hlutanum, greinilega minni hluti í meiri hlutanum, sem að tók þátt í þeirri vinnu, að hefur greinilega orðið undir í þessum málum. Þannig að þess vegna spurði ég forseta bæjarstjórnar að því og ég hef nú ekki fengið svar ennþá hvernig staðan sé á þessu miðbæjarskipulagi. Svo hvort að það verði bara áframhald næstu bæjarstjórnar að samþykkja einhverja grenndarkynningar og hringla með lóðir hérna fram og tilbaka hérna í hjarta bæjarins. En ég vona að ég fái kannski eitthvað svar við þeirri spurningu. Takk fyrir það, Páll. Orðið er laust. Nú, ef það er ekki fleiri sem hafa hvað sér ljós, en það er tillaga að málinu verið frestað og málið unnið betur, reiturinn fer ekkert. Þetta er sama svæði eftir sem áður, en þeir sem eru sammála því að fresta málinu, gjör svo rétt upp hönd. Það má ég byrja ykkur rétt upp hönd aftur, fresta málinu. Það eru 5, einhverjir á móti. 2 sitja hjá. Fulltrúar B sitja hjá. Þá er það mál númer 3. Það er borgarhönd 2. Breyting á aðalskipulagi. Jón, ertu með málið þarna uppi? Og lesa inngangin, ég er ekki með það hér hjá mér. Já. Það er erindi frá eigendur borgarhönd 2. Það er lagt fram í erindinu óska eftir breytingu á aðalskipulagi þannig að hægt sé að reka gistiheimili við borgarhönd 2. Í gildandi aðalskipulagi Grindavíkur 2010-30 er svæðið skilgreint sem íbúðabyggð. Í ljósi þess að rekið hefur verið gistiheimili við borgarhönd 2 til fjölda ára leggur skipulagsnefnd til við bæjarstjórn að unnið verði á óverulegu breytingu á aðalskipulagi Grindavíkur 2010-30 þannig að ríkjandi landnotkunarflokkur verði verslun og þjónusta. Orðið er laust. Ármann, þú vilt kannski koma upp og svara þá fyrirspurnum eða koma varðandi þetta mál. Gjörðu svo vel. Takk. Já, eins og Hjálmar kom inn á áðan þá hefur verið rekið gistiheimili hérna í fjöldamörg ár en sko það sem að skipulagsnefnd er í rauninni að leggja til þarna er að vera hafin vinna við breytingu á aðalskipulagi og í þeirri vinnu verður tekið tillit til ákveðna þáttar sem þarf að taka tillit til við gerða aðalskipulag. Það er ekki verið að taka neina ákvörðun þarna hvort að breytingin það er ekki verið að ákvæða fyrirfram að þarna verði að landnotkunarflokknum verði breytt. Heldur er verið að fela mér í rauninni að vinna drög og það er kannski það sem að mætti koma aðeins betur fram að það er verið að fela mér að vinna drög að breytingum og í breytingunni sjálfur, plagginu sjálfu, þar koma fram þessi þættir þar sem er tekið tillit til nýtingamöguleika, hvort að þeir séu að skerðast til nágranna og hvaða þáttar þarf að taka til í breytingunni sjálfur. Þannig að með því að samþykkja þetta þá þarf að taka máli fyrir aftur og jafnvel 2 sinni viðbót. En já, með því að samþykkja þetta þá mun ég fara í að vinna breytinguna sjálfa og hún verður svo tekin fyrir aftur og þá verða ákvarðanar teknar í þessu máli. Það verður eitthvað spurningar þá bara endilega skjóta sko.
Og líka í þeirri vinnu í rauninni að tekin ákvörðun hvort að breytingi sé veruleg eða óveruleg. En við leggjum á stað með það að hún verði óveruleg þar sem það rauninni ekki verið að bæta við neinum byggingareitum eða stækka byggingamagn. En hins vegar verið að breyta landnótkunarflokknum og við vissar aðstæður þá kallar það á verulega breytingu en í fyrsta kasti þá teljum við að svo sé ekki. En þetta kemur allt í ljós þegar og ef breytingin sjálf verður unnin. Takk fyrir það, Ármann. Orðið er laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér hefur óskað eftir að fá að hefja vinnu við breytingu á aðalskipulagi, þannig að þetta flokkist undir Vestmanna þjónusthús, þessi lóð. Þarna hefur verið rekið gistiheimili í 13 ár. Þarna hafa allir vitað að hafa verið rekið gistiheimili og engin breyting í raun og veru á nýtingu lóðarinnar. Þannig að mér finnst sjálfsagt að þessi vinna verið hafin og þar geta allir þeir sem að þessi máli skipta gert athugasemdir við þessa breytingu. Það er raun og veru eðlilegasti farvegurinn að máli sett í ferli og þar geta nágrannar eða aðrir gert athugasemdir við breytinguna á aðalskipulaginu. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta er svolítið skrítið mál og mér langar kannski að spyrja Ármanna bara úr pontu og kannski fá hann til að svara því og eftir. Sko, þetta er náttúrulega svolítið skondið að eftir öll þessi ár að þá maður spyr sig er þetta búið að vera leyfislaust allan þennan tíma eða hvernig hefur það viðgengist. En hvort að ég sé ekki að skilja máli rétt að það var lögum Alþingis var breytt varðandi heimagistingu og svo gistiheimili þar sem flokkunin var breytt og skilja það ekki rétt að út af þessari lagabreytingu að þá er umhverfi orðið annað hjá þessum gistuheimilum þannig að nú þurfa þau að sækja þessi formlegu leyfi og væntanlega eru mörg fleiri dæmi kannski ekki hér í Grindavík og þó einhver þó mann munir nú ekki alveg til að nefna þau. Þannig að hvort að það sé ekki örugglega réttu skilningu hjá mér að sko þess vegna er þetta mál á þessum stað í dag. Nú varandi máli sjálft er ég saman Guðmundi Pálssyni að því að það er búið að vera lengi gistiheimili þarna og allir hafa vitað af því og nú Víkurbrautin er nú hálfgerð svona þjónustugata og þetta er þar á horninu þannig að mér finnst nú mjög ólíklegt að við getum ekki haldið að þeir geti ekki haldið þessari starfsemi áfram þarna. Mér finnst það alveg með ólíkindum og þó ekki annað en þá bara út af hefðina sko þegar að ég trúi því ekki að menn geti breytt lögum sem verði þá til þess að menn þurfi bara að leggja sig niður starfsemi á viðkomandi stöðum. Þannig að spurningin er bara, er þetta ekki þess vegna, er þetta ekki ástæðin fyrir því að málið er svona? Þetta hljómar svolítið asnalega, kindarlega að loksins eru að fá leyfi, en ástæðin er svo að lögunum var breytt. Takk fyrir það Páll, og það er kannski rétt, já, að Ármann útskýri hvað er. Ég sjálfur á mælendaskrá. Ég tek undir með Palla Jóa í sambandi við reitin nálað við verslun og þjónustu. Það hlýtur að hafa einhver áhrif. Ármann, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta Páll og Hjálmar. Já, þetta er rétt. Lögin í kringum gististæði voru svona tiltölulega flókin og erfitt að fylgja þeim eftir og með aukningu ferðamanna þá voru unnin ný lög og eldri lögin felldu úr gildi. Það voru gististæðir í flokki 1, 2, 3 og það fór eftir hversu margir voru að gista og hvort það var vínveitingaleyfi og svo framvegis. Það er svo sett eldri lögin. Og svo kemur inn þarna Airbnb og aðrar slíkar, miðlanir
og þær fara svona að falla milli lagana og til þess að einfalda þetta og gera þetta skilvirkara þá voru gerð ný lög sem að er í rauninni skipulagslega séð ekkert svo flókin. Þú getur annarkvort verið að leigja út íbúðarhúsnæðið þitt í 90 ári eða þéna 2 milljónir, það eru mörkin. Eða að þú eru einfallega að vera með mannvirki á verslunarþjónustu og reka gistiheimili. Og gömlu leyfin voru gefin út í 2 ári senn og lögin voru nú samþykkt svona, já, ætlaði ekki sé ekki ár síðan, þannig að sumir eru ennþá á gömlu leyfunum og þurfa svo sem að fara að huga því að gera breytingar ef þau voru að leigja út húsnæði á íbúðarsvæði, að gera breytingar einmitt á aðskipulagi og jafnvel deiliskipulagi. Og það er það sem þau eru að gera núna og það er í rauninni ástæðan fyrir umsókninni er svo að þau eru að falla inn í þessi nýju lög. Annaðhvort ertu að leigja í 90 ári eða þá þú ert bara að reka gistiheimili. Og það verður þá bara tekin ákvörðun það seinna í þessu ferli breytingunni á aðskipulaginu, en til þess að skipulagsfulltrúi og byggingarfulltrúi geta veitt jákvæða umsögn til sýslumanns sem að veitir leyfið, að þá verðum við að fara eftir skipulagi. Ég get bara ekki veitt jákvæða umsögn ef þetta er á íbúðarsvæði, nema náttúrulega að þau séu að reka þetta þannig að það séu 90 ári eða 2 milljónir og við skilst að þeim að svo sé ekki. Leyfið þeirra rennur út ef ég man rétt í lok þessa ferðamannatímabils sem eru þá kannski í haust og eru þá að horfa til þess að vera að reka hann gistiheimili áfram. Takk fyrir það, Ármann. Nú orðið er laust. Ég var sjálfur á mælendaskrá og ég held að sé rétt að heimila það að fara í óverulega breytingu á aðalskipulagi sem getur kannski verið veruleg, en það er matsatrið á seinni stigum málsins. Þannig ég tel ekkert óeðlilegt og í ljósi þess að þarna hefur nú þessi gististaður og ég ætla að vona að Svörnas Ármanns hafi svona útskýrt af hverju staðan er þessi. En ef það er ekki fleiri sem að hafa kassi ljós þá bara berum það til atkvæðagreiðslu að vísa þessu til vinnu og eins og þú sagðir, Ármann, að þá hafa allir aðgang og athugasemda frestur í vinnslu á málinu. Gjörðu svo vel, fá það. Takk. Sko, við óverulega breytingar á aðalskipulagi þá gildir eins og áðan að það færi þá fram grenndarkynning og það er það matskipulsnefndar hverjir fá þá grenndarkynningu. Í verulegum breytingum á aðalskipulagi þá er athugasemdafrestur formlegur og þá þarf að auglýsa í blaði á landsvísu með 6 vikna fyrirvara. En komið það í ljós að breytingin sé óveruleg þá þarf grenndarkynningu og það er þá byrjað á mati skipulsnefndar, hún metur það hvaða áhrif á hvern þetta hefur áhrif, á hvaða nágranna hefur þetta áhrif og svo er það lagt undir bæjarstjórn og ákvörðunin tekin fyrir hverjum þetta verður grenndarkynnt. Orðið er laust. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, hann getur bæjarfulltrúar, ég stóðst bara ekki í bátið eina spurningu enn, á hverju þetta hefur breytingar, Hvað felst í orðinu breytingar? Felst það þá breytingar frá því ástandinu eins og það er í dag, við þessa, ef við myndum breyta þessu aðalskipulagi, hvort sem það er óverulegt eða verulegt? Erum við að tala þá um breytingar frá því sem staðan er búin að vera núna síðustu 10 ár eða hvað felst í orðinu breytingar, skipulagsstjóri? Ég beina spurningum til Ármanns. Takk fyrir það, Páll. Ármann, þú mun kannski koma hérna upp og svara. Takk fyrir þetta. Þetta snýst bara um breytingar á skipulaginu og það má í rauninni skipta þessu þá í tvo hluti. Hvaða starfsemi hefur átt sér stað þarna og svo skipulagið. Þegar menn kaupa sér mannvirki til dæmis, segjum bara nágrannar sér að kaupa sér húsnæði þarna, þá skoða þeir þinglist gögn sem liggja á mannvirkinu og skoða svo aðalskipulagið
og já, aðalskipulaginu stendur að þarna sé íbúðabyggð og þeir gera þá væntanlega ráð fyrir því að þarna sé íbúðabyggð. Svo það náttúrulega bara matsatriði, hefðu menn átt að vita það að þarna væri gistiheimili. Það er náttúrulega, stendur náttúrulega bara framan á því að það sé gistiheimili, en breytingi tekur bara til skipulagslegra þátta og það er rosalega erfitt fyrir mig að setja mig í þá stöðu núna að fara að meta það fyrir hverjum á Grindvíkina og hvaða áhrif það hefur. En við erum bara að breyta skipulaginu hjá okkur svo ég geti veitt þessa jákvæðu umsögn. Gistiheimili var í þeim flokki þar sem að þú máttir vera að reka svona minna gistiheimili með ef ég man rétt undir 10 herbyggjum og ekki vínveitingaleyfi, ef ég man rétt, það vona ég sé ekki alveg neinu, en allavega svona minna leyfi til gistinga, það máttur gera það á íbúðabyggð og núna eru bara lögin að breytast og eina sem við erum að spá í er breytingin á okkar aðalskipulagi. Takk fyrir það, Ármann. Þá held ég orðið er laust ef það eru fleiri, en ef svo er ekki, þeir sem eru þá sammála því að fela sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs að breytingu á aðalskipulagi á þessum bletti, þeir sem eru sammála því, gjörðu svo vel rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það mál númer 4. Það er Melhóll, jarðvegslosun, varðandi útboð. Óskar eftir 8 milljóna viðauka við fjárhagsáætlun vegna uppbygginga við efnislosunarstaðinn Melhóll. Nú bæjarráð, við höfum samþykkt þetta, við höfum bara ekki gert ráð fyrir þessu, þannig að þetta er komið hingað á, en það leggur til við að bæjarstjórnar samþykkja viðauka að fjárhæði 8 milljónir sem verði fjármagnað með lækkun og handbæru fé. Orðið er laust. Nú þeir sem að Guðmundur gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar eiginlega bara að leggja fyrirspurn til Ármanns. Er þetta ekki á sviði viðkomandi fyrirtækis að framkvæma en ekki bæjarins? Er þetta ekki samningum að hann á að gera þetta? Stórt er spurt, þá vantar mér svar. Ármann, gjör svo vel. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Stuttasvarið er nei. Við lögðum svo sett, buðum út bæði vinnsluna og uppbygginguna í Melhóll og í magskráni er gert ráð fyrir uppbyggingu á veginum, snúningsplani, uppsetningu á skilti og fleira. Og það voru mismunandi tilboð í þetta verk og þó að heildartilboð þessa verktaka hafa verið lægra, þá var tilboðið í þessa liði, lægra, fyrirgeði, heildartilboðið hjá þessum verktaka var lægra sem við samþykktum hérna í bæjarstjórn. Þá voru þessi liðir hærri. Ég get ekki útskýrt af hverju, en ég get útskýrt af hverju við erum að taka fyrir beiðnum viðauka. Það er það sem að við vissum ekkert hvaða fjárhæð var í boði þegar við unnum fjárhagsáætlunina. Vissum ekkert hvað menn myndu bjóða í verkið. Þannig að stuttasvarið er nei og ástæðan fyrir því að þetta var ekki fjárhagsáætlun er svo að það var ekki bjóða að bjóða út verkið þá. Og við höfum samþykkt tilboðið í bæjarstjórn. Takk. Takk fyrir það, Ármann. Orðið er laust. Nú, ef það er ekki fleiri sem hafa hvað sér hljóðs, Guðmundur ánað með svörin, að þeir sem taka undir með bæjarráði og samþykkja viðauka upp á 8 milljónir, gjör svo rétt upp hönd, vegna Melhólls, það er samhljóða. Þá er það 5. mál, umferðaröryggi. Óskum hraðatakmarkandi aðgerðir á Gerðavöllum. Óskar eftir viðauka að fjárhagsáætlun Grindavíkur 2018 vegna hraðahindrana við Efstarhraun og Gerðavelli að fjárhæð 1700.000. Ekki var farið í framkvæmdir 2016 vegna þess að kynning fyrir íbúa seinkaði fram á haust og einungis náðist að vinna eina hraðahindrun 2017. Bæjarráðið þegar
leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðaukan að fjárhæð 1700.000 sem einnig verði fjármagnað með lækkun og handbæri fé. Orðið er laust. Jú. Þetta er á Gerðavöllum og Efstahrauni. Það er kannski ein spurning hérna bara hvenær verður farið í hina í Efstahrauni? Þegar þessari lokið. Takk fyrir. Orðið er laust. Páll Jóhann. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér er það ljúft að samþykkja hérna viðauka fyrir þessar hraðahindranir í þessar 2 götur. Ég sé að Efstahraun er hinn gatan, því að ég bjó í Efstahraunu kringum 1980. Þá fóru við íbúarnir í þeirri götu fram á að fá hraðahindrun, eins og var komin á Ásabrautina þá. En því máli var synjað, það var ekki hægt að verða við því. Það var alltaf að keyra hratt í Efstahrauninu. Því fagnaði því sérstaklega bara og treysti því að það verði ekki dregið, eftir sem við skilst á að búið að átti að gerast í fyrra. En núna treysti ég því að þetta verði nú drifið í þessu og þetta verði klárað. Þó að ég búi ekki hérna lengur að þá hérna er alveg sömu aðstæður þetta til hraðaksturs. Takk fyrir það, Páll. Eru fleiri? Ef svo er ekki, að þeir sem eru sammála því að samþykkja viðauku 1700.000 fyrir þessar 2 hraðahindranir, Gerðavellir, Efstahraun, Gjörsól, rétt upp hönd. Það er samhljóða. Það er hérna 7. mál. Það er Grindavíkurvegur. Framkvæmdir 2018-19. Orðið er laust, en þú myndir kannski vilja fara eitthvað yfir það, Ármann, til útskýringa. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Já, þetta mál er í rauninni lagt fyrir og það eru, drög að hönnunargögnum eða hönnunarforsendunar fyrir framkvæmdunum sem fyrirhugaðar eru við Grindavíkurveginn í haust eða næsta ári. Það liggja fyrir 700 milljónir í pottinum og Jón, ég kannski fæði bara til að kasta upp myndinni. Það er ekki búið að, núna er búið að bjóða út hönnuna og ég gerir ráð fyrir því bara á allra næstu dögum að það verði tekið ákvörðun hver hannar breytingarnar. Og engar ákvarðanir verið teknar og það liggja bara fyrir hönnunarforsendur. Og þetta gæti litið út einhvern veginn svona. Og þá erum við að tala á milli kafla 4100 og 6100 á 2 km kafla að Grindavíkurvegurinn verði þá 2+1 og þar verður þá hægt að taka fram úr og eins verður gera breytingar nær bænum, milli Þorbjarnar og Víkurhóps cirka, að þar verður líka 2+1. Það verður þá seinni hluti framkvæmdarinnar og eins verður þá vegamót á leiðinni löguð og sett upp vegrið alla leið frá Grindavík og upp að Reykjanesbraut. Þetta eru þær hugmyndir sem eru á borðinu núna og þær hönnunarforsendur sem unni verður með. Ég bara ítreka það að það er ekki búið að taka neinar ákvarðanir og við munum fá dröga hönnun inn á borð til okkar og við munum svo fá hönnun inn á borð til okkar. Að hafa komið upp hugmyndir að reyna að kynna þetta kannski fyrir bæjarbúum en að vera að kynna eitthvað sem er svona formlega á þessu stigi, það verður þá að fara bara að valla í það og taka þessi sérstaklega fram að hérna er einungis hönnunarforsendur að ræða. En við hljótum að fagna því bara að það eru 700 milljónir í pottinum og við væntanlega höldum bara áfram til góða starfi að pressa á meira fé í þennan veg. Ef það verður vegrið alla leiðina þá segja þessi svolítið sjálft að það er ekki hægt að beygja inn á þessi útskot.
þvert yfir veginn, til dæmis ef við ætlum að fara að minnisvarðan sem hafa verið afhjúpun daginn, þá er rauninni bara hægt að gera það þegar það keyrt frá Grindavík upp til. Það eru eitthvað spurningar og annars hafa líka bæjarstjóri og bæjarfulltrúar hafa verið með í þessu samtali sem hafa verið átt sér stað við Vegagerðina. Má ég spyrja einn fyrirspurn? Gjörðu svo vel, Guðmundur. Hvaðan hefurðu 700 milljónir komnar? Á fundi með Vegagerðinni 500 og svo 200 við viðbót. Herðu, þá bara tek ég þetta tilbaka og það eru þá einungis 500 milljónir í pottinum. Takk fyrir. Takk fyrir það, Ármann. Fannar, gjörðu svo vel. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar. Þetta hefur nú verið megin áherslu atriði bæjarstjórnar hvað varðar þrýsting á fjárveitingavaldið til Grindavíkur að fá umferðaröryggi bætt á Grindavíkurveginum. Og þessi vinna er búið að standa lengi og kannski með mestu þunga núna síðustu misserinn. Með þeim árangri og góðra manna hjálp að það eru komnar í þetta 500 milljónir sem er nú kannski meira heldur en vænta mátti. Með því að þá komu 300 milljónir núna ekki alls fyrir löngu sérstakri viðbótar fjárveitingu til umferðaröryggismála á Íslandi. Það voru fáir sem voru dregnir upp úr þeim potti en meðal þeirra var Grindavík og Grindavíkurvegur. Þetta er gríðarlegt fagnaðarefni að svona skuli vera komið og sem ég segja bara þakka þingmönnum og ráðherrum og þeim sem aðstóðað hafa við þetta og sýnt þessu skilning. Ber ekki heldur að vanmeta þátt Vegagerðarinnar í þessu máli sem hefur stutt okkur. Ráðum og dáð. Eins og Ármann sagði frá að hér er að ræða frumhönnun á þessum vegabótum. Og það kemur fram bæði á þessari teikningu þarna og í texta sem liggur nú fyrir fundinum að það er gert ráð fyrir að eins og hérna stendur að það megi athuga möguleika á annari styttri tvöföldun, bæði til suðurs og norðurs til viðbótar því sem þetta kemur fram. Ég held að sé mjög mikilvægt að reyna koma því þannig fyrir að vegakaflinn 2+1 verður sem lengstur svona í báðar áttir. Þannig gert ráð fyrir framúr akstri 1 til 1,5 km í báðar áttir. Heilmikill munur á því og það sem er unnið með því að hafa þessa framúraksturs möguleika sem lengsta er það að það kemur til með að gæta einhverjar óþreyju meðal ökumanna á veginum. Eftir sem áður, þau komast ekki fram úr og vegriðið nær alla leið og þá skiptir máli að þurfa ekki að hafa vegspottan allt og langað þangað til kemur að því að hægt sé að fara fram úr og við höfum bent á það að umferðin þarna hún er mjög fjölbreytt, svo má segja. Þarna eru til dæmis, svo vitað mjög margir ferðamenn sem eru ofanir akstri, keyra hægt og þetta mun örugglega þýða það að það verður einhver pirringur hjá þeim sem þurfa að vera á eftir lestarstjórunum. Þannig ég held að það þurfi að reyna tiltækur ráðum að beina athyglinni að því að lengja þessa spotta eins og kostur er og þeim skilaboðum verður rækilega komið á framfæri við Vegagerðina. Takk fyrir. Takk fyrir það, Fannar. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir það að þetta er eitt mesta hagsmunamál Grindvíkinga núna í langa tíma. Það er að fá Grindavíkurveginn í 2+1 og aðskildar akstursstefnur. Þetta sem frumhönnunargögn sem hér liggja fyrir að það verði einungis einn kafli þar sem hægt er að taka fram úr í sitt áttina hugnast mér ekki alveg. Ég tek undir það með Fannari að það verði frekar að hafa þá 2. Ég gerði mig grein fyrir því að það yrði ekki 2 akreinar í sitt áttina. En einungis einn kafli til að fara fram úr held ég að sé full lítið
á þessum 6 km kafla sem að verið að tala hér Til dæmis þarf að lengja það sem beygjagrunnin kemur inn á Grindavíkurveginn frá Bláalóninu og upp að Gíghæðinni. Þessi kafli þarf að vera mun lengri þannig að þeir sem að koma frá Bláalóninu og beygja til vinstri geti náð upp hraða til að komast inn á en ekki svína fyrir umferðina sem kemur á Grindavík. Þannig að við þurfum og verðum að fá að hafa puttana í þessari hönnun því hún skiptir okkur verulega miklu máli. Það frábært að vera komin með þetta á þetta stig og það eiga margir mikla þakkir. Þetta hefur tekist þrátt fyrir að við höfum ekki verið á vegáætlun, samgönguáætlun. Þannig að þetta frábært verk hjá okkur en við þurfum að vera virkilega vakandi og fá að koma okkar sjónarmiðum í hönnunar. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Kristín María, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæti bæjarfulltrúar, þið afsakið röddina hjá mér, hún eiginlega að fara. En já, ég þarf að taka undir með þeim sem hér töluðu áður. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að þetta líklega eitt svona ánægjulegasta máli sem að ég hef verið að taka fyrir í bæjarstöð síðan ég tók við hérna 2010. En þetta búin að vera vegferð sem að hefur skilað okkur þessu og með hérna sameiginlegu átaki margra að þá erum við hér. Það eitt þegar maður fer og á samskipti við ríkið og maður ætlar sér að fá eitthvað í gegn og stundum hjálpar það til að búta verkefni niður og það eitt af því sem að samráðshópurinn gerði á einum fundinum að það var að reyna að þrýsta á mest aðkallandi hluta vegarins. Það að segja það sem að flest slys og alvarlegustu slys hafa átt sér stað sem á milli Seltjarnar og Bláalóns afleggjarans. Það rétt að þetta frumhönnun og samkvæmt henni engu að síður aðskilnaðar akstursstefna sem sá hluti sem við lögðum hvað mesta áherslu á gert. Að það aðskilnaðar þessara akstursstefna og fólk svona aðeins fara að spurja út í hérna hvernig þessar framkvæmdir verða, erum við að fara að lýsa veginn upp og svo framvegis. Það ekki á dagskráni og mun sannarlega kosta sitt ef við ætlum að fara í slíka framkvæmd. Ég tek undir það að við ættum að hafa hérna tvöfaldakaflan oftar eða tvisvar sinnum heldur en einu sinni. En það eitt sem að hægt að benda á og sem kannski fólk þarf að átta sig á því að við vorum að afhjúpa minnisvarða hérna upp á við Grindavíkurveginn núna í síðustu viku eða 3. maí, það síðustu viku, að það verður ekki hægt að þvera veginn á 2 stöðum. Það að segja þegar þú ert ætlar að fara minnisvarðanum þá kemstu einungis að honum á leiðinni til norðurs og ef þú ætlar að fara inn á Gíghæðina að þá kemstu eingöngu inn á hana á leiðin til suðurs. Þetta kann að valda einhverjum óþægindum sem að vill fara inn á þessa staði en að mínum mati þá hérna öryggi sem gildir frekar heldur en aðeins lengri vegalengd. Þannig að það er kannski ágætt að það komi fram því að við spurðum að því líka á fundinum með vegagerðinni varðandi að því við höfðum líka áhyggjur af því þegar við vorum að taka ákvörðun að minnisvarðin yrði þarna að það væri þessi umferð og núna það bara alveg skýrt allavega miðað við það sem að kemur frá vegagerðinni og það svona kannski mitt álit, ég veit ekki hvort að aðri bæjarfulltrúar eru sammála að mér finnst að það bara að vera absolutt vegrið þar. Þannig að það verður svolítið spotti að fara ef þú ætti að koma til Grindavíkur og ætlar að fara að minnisvarðanum og þá þarf að keyra svolítið langt til að koma tilbaka. En ég ætla engu að sér að fagna þessu og mér langar líka að þakka Vilhjálmi Árnasyni þingmanni okkar sem búin að vera ótrúlegur stuðningur í gegnum þetta verkefni og hefur mikið talað fyrir þessu máli við sína sinn flokk og sína samstarfsmenn á þinginu og ég trú ekki öðru en að þeir láti knéfylgja kviði nú við byrja á fyrsta áfanga og þá síðan eftir að klára alla leið og ég trú ekki öðru en að fjármagni fáist í það í kjölfarið. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Kristín María. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætt bæjarfulltrúar. Já, þetta mikið þarfa verk, ég tek undir það. Og löngu tímabært. En takk eftir því að þetta gerist á vakt Framsóknar í samgönguráðuneytinu. Ég veit númer 1 þakka samgönguráðherra fyrir þessi svona skjót viðbrögð að ráðast í þetta verkefni. Og auðvitað Kristínu Maríu og öllum þeim hérna heima sem hafa unnið völdulega að þessu. En ég mér langar aðeins, ég nú ekki verið mjög mikið inn í svona útfærslun á þessu en það er verið að tala um vegrið alla leið og í þessum áfanga langar mér að spyrja svolítið hvað er þá að vera að tala um vegrið alveg frá Reykjanesbrautinni og alveg hérna inn í Grindavík eða hvað. Ég saknaðist, tek undir með Guðmundi Pálssyni að það ég saknaðist nú að ef að gatnamótin eiga nánast að vera óbreytt þarna við Bláalónið. Ég hefði nú viljað sjá eitthvað breikkun vegar þarna yfir þá hæð. Þannig að ekki þarna kannski bara hraðasta kaflanum. Þannig að það er bæði er einhvern veginn hallin og í hálku er þetta mjög hættulegu kafli. Og þó svo að komi vegrið þarna þá kannski hefði ég viljað sjá svona í fyrsta áfanga að það yrði eitthvað gert þar. Og vegrið, hvað alla leið til Grindavíkur eða einhvern tímann heyrðist mér þetta væri að þessar framkvæmdir næðu að Bláalónsafleggjaranum. En þetta nær kannski eitthvað lengra. En ég svona hefði viljað sjá þarna eitthvað, auðvitað hefði maður viljað sjá stærri tvöföldun. Það ljóta allir vera sammála það en að þessu þá svona er það nú sá kafli þarna þessi vegamót. Ég hefði nú kannski viljað hafa hringtorg þarna. Ég sé að það er hringtorg hérna einhvers staðar í framtíðinni hérna einhvers staðar þegar komið í Reykjanesbæ. Ég veit ekki hvort það er tilviljun að það er akkurat þarna þegar komið yfir í Reykjanesbæinn að það er hringtorg en svo ekkert meir. Þannig að Reykjanesbæjarland. Þannig að en ég svona bara bið fólk svona þeir sem eru að taka þátt í þessu að svona hafa það bak við eyrað að þessi kafli frá Bláalóni og yfir hæðina svona að hann verði nú öruggur. Takk fyrir það, Páll. Sjálfur er ég á mælindaskrá. Ég tek heilshugar undir margt af því sem hér hefur verið sagt. Öll erum við sérfræðingar í þessum vegi sem eru vinna frá, keyra daglega og allavega. Ég keyra hann oft á nóttunni en við þurfum að vera með, ég tek undir orð Guðmundar, við þurfum aðeins að fá að taka þátt í hönnuninni. Er verið að setja fram úr aksturinn 2 akreina þar sem að þægilegast er og ódýrast. Og ég tek undir með Palla og með gíghæðina. Þegar öllu var að botni kvöld, kannski var bara betra að hafa hreinlega hringtorg við Bláalónið. Þannig að við Grindvíkingar verðum bara að hægja á okkur og förum svo heim, en við komumst þó allavega örugg heim. Og eftir því sem ég hef heyrt í fólki og þeir sem hafa tjáð sig, að þá held ég að það komi alveg til umræðu að skoða það út frá umferðaröryggi. Og þá verði tvöfalt þegar þið komið úr lóninu og upp á gíghæð, þannig að það sé ekki bara eina akrein út og eitthvað út frá þessum punktum. En það er rétt og það er búið að þau hafa nú verið í þessari vinnu, Fannar, Kristín María, Villi og fleiri og það er við okkur ber að þakka mjög mörgum að við erum komið þó þetta langt með veg sem var ekki eins og í samgönguáætlun en sem betur verið hafa ráðamenn og fleiri séð alvarleika málsins. Þannig að við skulum vona það og þessi fundur sem við sátum hér með vegagerðina var mjög góðu fundur. Þetta er bara frumdrög og þeir töluðum það að við kæmum að borðinu
við gerð þessar áallana, þannig að við treystum því. En þetta er mjög jákvætt. Kristín María, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það er rétt, Palli, við þakkum að sjálfsögðu samgönguráðherra sem er framsóknarmaður fyrir að bregðast við. Við hittum hérna á fundi 22. desember, bara kortir í jól. Fórum hérna á skrifstofuna og fengum okkur konfekt og kaffi. En við áttum líka góða móttökur til þess ráðherra sem var á undan, sem var hérna ráðherra Sjálfstæðisflokksins. En við erum búin að eiga, þetta er smá vegferð sem við höfum átt, ég meina við erum búin að hitta líka aðila frá fyrirtækjunum hérna í Grindavík og áttum góða fundi með þeim og þar kom til dæmis þessi tillaga að við myndum reyna að búta niður verkefni til þess að reyna að ná því í gegn. Þannig að þetta er með samtakamætti mjög margra sem að ég myndi segja að þessi niðurstaða sé komin. Ég sammála því að við verðum að fá að hafa hendur í þessu með það hvernig þetta verður útfært. Af því að þetta er varanlegt og það verður kannski ekkert auðvelt að fara að breyta ykkur sem þegar orðið eins og við sjáum til dæmis bara á gatnamótunum að Blálóni, þannig að geta allir sáttu við þau. En þetta er allavega að vinna sem mun halda áfram og við erum náttúrulega búin að minna rækilega á okkur og við höfum núna 500 milljónir í þennan fyrsta áfanga. Við létum kostnað að gera allan veginn og það var svona gróft áætlað frá Vegagerðinni 1400 milljónir í það. Þannig að það þarf að halda síðan áfram eins og ég kom inn á áðan. En mér fannst bara rétt að koma inn á það. Ég ætla nú ekki að gleyma neinum. Þetta er nú bara svona eins og þeirra að vera að þakka fólki að það vil lengi vera skilin út undan. En þetta er bara með samtakamætti mjög margra sem við erum að ná þessu gegn. Og við þekkjum það líka að það er enginn að fara að koma að banka upp á hjá okkur að bjóða okkur fjármagn. Við þurfum aldeilis að hafa fyrir því að sækja það og við þurfum að halda áfram. Við erum bara rétt að byrja í þessu. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust. Nú, þetta er lagt hérna fram til kynningar. Þannig að við munum vakta þetta mál áfram. Þá er ekkert að nema að halda áfram og fara í 7. mál. Blue Lagoon Challenge umsókn. Hjólreiðafélag Reykjavíkur óskar eftir leyfi til að halda hjólreiðakeppni Blue Lagoon Challenge þann 8. júní 2018. Ármann, ég sé að þetta hefur komið til þín. Kannski koma hérna upp og svara fyrirspurnum. Er þetta ekki með svipuðum hættu og hefur verið eða? Jú. Það ætlaði sér að snúa brautinni en það tókst ekki. Þetta er bara sama og ölla. Ok, það er kannski nóg að... En orðið er laust. Hver er þetta verður? Tímasetningun 8. júní. Hérna stendur 8. á mér. Þetta verði 9. júní. 9 til 21 til 24. Já. Nú orðið er laust. Og þeir sem að samþykja umsóknina, reiðhjólakeppnin Blue Lagoon Challenge, gjör svo rétt upp hönd. Samhljóða. Áttunda mál, húsnæðisáætlanir, undirbúningur og gerð. Þið hafið öll gögnin undir höndum og þetta hefur verið lagt fram. Mikið plagg og merkilegar upplýsingar, en orðið er laust. Kristín María, gjörðu svo vel.
Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við erum búin að taka þetta mál nokkru sinnum fyrir hérna á bæjarstjórnarfundi og hérna alltaf kem ég upp og tjá mig húsnæðisáætlunina. En ástæðan fyrir því svo að mér finnst þetta ótrúlega verðugt verkefni sem við getum farið í kjölfarið á því að þessi húsnæðisáætlun liggur fyrir. Hún forsenda þess til dæmis að við getum farið í þetta verkefni sem við höfum talað að fá stofnframlög, að veita stofnframlög til svona rekstraraðila í non-profit leigufélög og við erum að taka það fyrir svo í málinu hér og eftir. Það eru reglurnar stofnframlögin sem að sveitarfélög þurfa að setja sér. Ég fagna þessu plaggi og ég hlakka til að sjá það vonandi aðgengilegt á vef bæjarins af því að hér að ræða bara ótrúlega miklar og gagnlegar upplýsingar bara Grindavík sem sveitarfélag, bæði íbúasamsetningu og hvernig byggðin bara samsett af raðhúsum og parhúsum og fjölbýli og svo framvegis og líka bara hvernig við sjáum þróunina fyrir okkur og það náttúrulega eitthvað sem við þurfum að horfa til þegar við förum að skipuleggja og móta samfélagi til framtíðar. En ég allavega ánægð að sjá þetta plagg komið hingað aftur og er það þá ekki tilbúið Ármann ef ég fæ að spyrja úr pontu þegar við erum búin að afgreiða það héðan að þá er þetta ekki eitthvað sem fer til birtingar opinberlega eða hvað? Jú, ég gerir ráð fyrir því. Já. Það bara svona svo umferðaríksáætlanir og annað, það verður bara birt. Og svo áætlunin þannig að hún náttúrulega lifandi plagg og tekin til endurskoðunar hvað árlega eða á 2 ára fresti? Hlutaendurskoðunar árlega og heildarendurskoðunar á 4 ára fresti. Heildarendurskoðunar á 4 ára fresti og árlega hluta til. Ef við viljum taka upp ykkur hluta og mér langar bara að bæta inn í, þið munið kannski eftir að það vanta alltaf hlutan tekjuhópinn svo við myndum vita hvort það var hægt að fara í þetta verkefni þá þurfti að koma fram hvort það væri brýn þörf að því þá geta sveitarfélögin hækka stofnframlögin sín um 4%. Þannig að samkvæmt því þá augljós þörf ef að það kannski ekki allir í þessari húsnæðisþörf, allir þessi 500 sem voru innan tekjumarkana en við allavega getum síðan nokkurn veginn að það er þörf fyrir ódýralegu íbúðir í Grindavík. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið laust. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég fagna þessu plaggi og treysti því að það verði að þetta verði til góðs að það verði eitthvað úr verki og verði byggð verði stofnað félag sem byggir fyrir þennan leigumarkað. Ég var á fundi hjá öldungaráði Grindavíkur núna í síðustu viku og þar kom þetta einmitt mjög vel fram að áhyggjur fólks af hópum sem eiga erfitt viku að borga fulla leigu. Þannig að ég þakka bara þeim sem hafa unnið að þessu plaggi og fagna þessu innilega og vona að þetta verði þá til þess og þetta verði það myndalegt að það verði eitthvað úr verki. Takk fyrir það, Páll. Orðið laust. Nú, ef það ekki fleiri sem að kvassi ljós undir húsnæðisáætluninni, þá berum við hann til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja húsnæðisáætlun Grindavíkur gjörðu svo vel. Það samhljóða. Þá það 9. mál. Það eru húsnæði sjálfseignarstofnanir, stofnframlög. Reglur Grindavíkurbæjar stofnframlög lagðar fram. Uppfærða miðað við athugasemdir úr bæjaráði. En hér leitast eftir staðfestingu eða samþykki þar með gildistöku fyrir næsta fjárhagsár. En orðið laust. Kristín María, gjörðu svo vel.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er náttúrulega í beinu framhaldi af húsnæðisáætluninni sem við vorum að samþykkja og við í bæjarráði erum búin að taka þessar reglu til umfjöllunar og vorum aðeins að velta fyrir okkur til dæmis hversu oft ætti bæjarsjóður að veita stofnframlög, hvort að einu sinni á ári væri nóg eða kemur kannski önnur umsókn eða eitthvað slíkt, en við þurfum náttúrulega að gera ráð fyrir þessum peningum í fjárhagsáætlun hverju ári og mér langaði bara svona aðeins að bara svo við áttum okkur á fjárhæðinni að við höfum náttúrulega aðeins verið að skoða þetta og höfum aðeins verið að horfa til Sandgerðis eins og ég hef komið inn á einn áður. Þeir eru farnir í svona verkefni og miðað við það ef við myndum til dæmis fara í 10 íbúðir í Grindavík að þá og við værum í þessum 12–16% að þá er þetta einhverjar 40 milljónir rúmar held ég geti sagt sem að við erum að tala að setja í fjárhagsáætlun og þetta er náttúrulega bara þetta er náttúrulega ekki reksturinn okkar, þetta er bara fjárfesting í þessu verkefni. Þannig að annars finnst mér bara gott að við hafa litið til nokkura sveitarfélaga annara sem eru búin að setja sér þessar reglur og eins og svo oft að þá er ekkert alltaf verið að finna pjólið. Við kíkjum á reglur annar staðar og við skoðum svona hvernig þetta er farið, hvernig þeir gera þetta og svo skoðum við hvort þetta hendi okkur hér og ég hafði sérstaklega spurningar hvort það væri hægt að veita stofnframlögin oftar en einu sinni, þá er sett inn að jafnaði. Það er svona, kannski ef það kemur til einhverja brýnna verkefna, þá er kannski hægt að endurskoða það. En annars er ég bara ánægð að við erum komið með þessar reglur því að þær eru verið forsenda fyrir því að hægt sé að fara í þetta verkefni. Það er að segja að við verðum að setja okkur reglur stofnframlög áður en við veitum þau og svo gengur þetta í báðar áttir. Ríkið veitir ekki stofnframlög nema að það komi frá sveitarfélaginu og svo öfugt. Þannig að þetta helst í hendur. Takk fyrir. Takk fyrir það, Kristín María. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér áðan vorum við að samþykkja húsnæðisáætlunina og nú erum við að fara væntanlega að samþykkja reglur stofnframlög. Þannig að nú er búið að undirbúa jarðveginn til þess að fá aðila til að koma að hér og reisa leiguíbúðir sem ekki verða reknar með hagnaði. Nú samkvæmt þessu þá verður jarðvegurinn klár og þá er það ekki okkar, þetta er væntanlega næstu bæjarstjórnar að finna aðila til þess að fara í verkefnið ef það verður ekki bærin sjálfur. Þannig að þá þarf að taka frá lóðir undir þetta verkefni. Það er náttúrulega verðum að skilgreina það í greinargerð að tökum frá lóðir undir þetta með deiliskipulagi, þannig að lóðir verða lausa fyrir þetta verkefni. Og það verður væntanlega næsta verkefni. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, mér langaði bara að fá að tjá mig í rauninni bæði málin húsnæðisáætlunina og svo þessar reglur því þessi mál tengjast og við verðum að vinna þetta vissuleyti samhliða. Og húsnæðismálin eru í mikilli umræðu núna, þetta ekki skrítið, það er mikill skortur á leiguíbúðum og það er mjög margir og fjölbreyttir hópar sem eru bara erfitt með að tryggja sér öruggt húsnæði sem á að eiginlega vera eitt af grundvallarréttindum okkar að við getum lifað örugg í húsnæði hvort sem að það sé eignarhúsnæði eða leigu og þetta eru bara ótrúlega mikilvæg skref áætlunin og þessar reglur til þess að geta farið að stíga næstu skref og það við erum ekki búið núna eins og Guðmundur kemur inn á. Nú þurfum við að leitast eftir aðilum til að koma að þessu, til að bærin eða ekki bara sitja og bíða. Við þurfum að sækjast eftir aðilum til að koma og fara í þetta verkefni með okkur. Við þurfum að finna hentuga lóðir, hvort sem það sé á nú þegar skipulögum svæðum eða þá nú erum við að fara í vinna á deiliskipulagi á nýju íbúðarsvæði og þar
tel ég að ný skipulagsnefnd og ný bæjarstjórn þurfi virkilega að horfa til þess að tryggja það að þar séu fjölbreyttir húsnæðiskostir. Þetta verk er bara rétt að byrja en vil ég bara fagna þessu skrefum sem við höfum náð þérna. Takk. Takk fyrir það, Marta. Páll, Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil bara aftur fagna þessu framtaki en varðandi upphæðina að þó ég heldur þurfum að vera með eitthvað í fjárhagsáætlun einhverja upphæð en svo held ég að það veri kannski þurfum að hafa okkur kannski einhver markmið svona kannski hvað það er á per íbúð eða per fermetr. Því við vitum ekki hvað, það kemur kannski einhver stórhuga umsækjandi og vill byggja 20 íbúður eða 30 eða þannig að hafa það svolítið svona sveigjanlegt. Ef við gefum okkur að kæmi nú einhver stórhuga aðili eins og ég sagði og myndi vilja byggja hérna stórt, að við séum þá ekki búin að ríkbinda okkur í einhverjum reglum. Þannig að ég hefði viljað hafa þannig, við erum nú að samþykkja hérna viðauka alveg endalaust, allt árið kring. Ég hef ekki talið á alla viðaukana á þessu ári, þannig að það kemur kannski, þó ég þyrfti nú að afgreiða einhvern viðauka, en að sjálfsögðu verður að hafa einhverja upphæð í þessu einhverja upphæð til viðmiðunar. En passa okkur samt á því að hafa ekki það niður njörvað að það sé bara hægt að byggja einhverjar fáar íbúðir og svo myndi spilast þetta væntanlega eftir hendinni. Við þurfum náttúrulega að hafa lóðir klárar en ef engin eftirspurn verður þá kannski þurfum við bara að hækka styrkinn. En ef við ætlum að láta þetta virkilega gerast þá þurfum við að hafa þetta svolítið myndalegt og eins að kannski að veðja á að það komi einhver stórhuga. Takk fyrir það, Páll. Já, ég held að það séu allir ánægðir með framvindu þessa máls en það er eins og Páll bendir á að fáist ekki aðili í þetta. Bærinn er alltaf fyrirlið og strófuskytta í svona máli og þá verður við að halda því áfram því að og eins ég tek undir með það verður að vera lóða frambóð fyrir þetta verkefni en enga síður að gera ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun og við hljótum að finna út úr því. Ég held að við séum nú ekki fyrst í þessu ferli en ég held að allir bæjarfulltrúar séu sammála að þarna þurfum við að gera skurk. Orðið að laust. Nú, þeir sem að samþykkja að staðfesta reglur gildistöku reglana og það eru samhljóða allir gildistöku fyrir næsta fjárlagaár. Þannig að það komi nú fram. Það er 10. mál. Það er starf frístundaheimila. Svokölluð markmið og viðmið. Reglur frístundaheimila lagðar fram. Stefnt að gildistöku frá og með næsta skólaári. Einnig ný gjaldskrá lögð fram þar sem gjaldflokkunum hefur verið fækkað. Orðið er laust. Þórunn, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég legg til að þessu máli verði frestað í ljósi þess að skjalið er ekki alveg full unnið. Við tókum þetta fyrir í fræðslunefnd núna 9. apríl og við áttum góðar umræður regluverkið við grunnskóla Grindavíkur og við vorum með svona athugasemdir og þessar athugasemdir hafa því miður ekki skilað sér inn í skjalið vegna tæknilegrar erfiðleika. Það er tölvan fraus í lok fundar og síðustjóri ætlaði að færa þetta inn en einhver hluta vegna hefur það farist fyrir.
En þessar athugasemdir sem nefndin vildi bæta við, það sneri að reglulegu mati á starfseminni. Einu svona ári yrði gerð svona gæðakönnun á þjónustunni, viðhorfi notenda til þjónustunar og það er bara svona gott að geta brugðist við því sem betur mætti fara og hafa svona yfirsýn og setja sér gæða viðmið og síðan óskuðum við eftir að bæta við grein 8 þar sem er verið að tala um mannauðinn að þar óskuðum við eftir að eru tekin dæmi um þau verkefni sem falla undir starfsvið forstöðumanns, þar að segja þegar börnin eru ekki til staðar. Og það voru færð ákveðin rök fyrir þessu á fundunum og við óskuðum eftir að því er bætt við. Og þess vegna bara óska ég eftir því að skjali verði leiðrétt og bara tekið fyrir aftur. Takk fyrir. Takk fyrir það, Þórunn. Orðið er laust. Nú, það er tillaga að vísa þessu til að fresta þessu máli og ég miðað við það sem formaður fræðslunefndar ræddi hér að þá held ég að okkur sé óhætt að gera það. Við viljum hafa það gott. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er bara leitt að heyra að þessar breytingar hafi ekki skilað sér þetta. Ég var mjög ánægð með að við værum að fara að samþykkja þessar reglur. Þetta skiptir máli með þetta að hafa forfestu í rauninni í þessari þjónustu sem er ört stækkandi og þannig fannst mér margt jákvætt eins og til dæmis að þannig væri í rauninni ekki verið að gera takmörkun á þeim fjölda barna sem væri komin en á sama tíma er verið að einfalda vistunartíman sem má bara í rauninni eftir að gera reksturinn einfaldar og þægilegri og með því móti ég sé tengingu þannig á milli. Þá er auðveldar að koma út með að leyfa fleiri börnum og bara öllum þeim sem þurfa að halda og eru búin að sækja að komast inn og þú veist, ég sá bara mjög margt jákvætt í þessu en ég get alveg skilið það og hefði viljað sjá þessi atriði inni og þetta verður þá bara vonandi fyrsta verk nýrar bæjarstjórnar að klára þessar reglur og vona ég bara að sviðsstjóri og bæjarstjóri fylgi því eftir að þetta mál verði klárað. Takk. Takk fyrir það, Marta. Orðið er laust. Þeir sem eru sammála því að fresta málinu þar til að ábendingar hafi verið leiðréttar, gjörðu svolítið rétt upp hönd. Það er samhljóða. 11. mál. Grindavíkurhöfn, dýpkun við Miðgarð. Tilboð, verksamningur og framvinda. Tilboð í verkið Grindavík dýpkun 2018 lögð fram. Tilboð bárust frá 3 aðilum. Engin villa fannst í tilboðunum og mæli því vegagerðin með því að tilboði Björgunar EHF verði tekið en það er að fjárhæð 74.209.370 krónur og er 49,1% af kostnaðaráætlun. Orðið er laust. Nú, Páll Jóhann. Þetta var að segja það. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég býr nú svo vel að eiga póstu þetta tilboð þannig að ég kemur ekki að sög þó að þetta hafi ekki opnast skjali hjá mér eins og hjá öðrum. En ég vil bara fagna þessu tilboði að við skulum fá núna á þessum tímum að við skulum fá tilboð sem er innan við helmingur af áætluðu kostnaðarverði. Sérstaklega ánægjulegt fyrir okkur hérna í bæjarstjórn vegna þess að við höfum svona samþykkt að leggja út fyrir þessu verki og lána ríkisvaldinu fyrir þeirra hlut. Þannig að það er þá minna sem við þurfum að lána þeim greiðunum. Þannig að en ég fagna þessu og eins því bara vil ég þakka bæjarstjórnarmönnum fyrir það að vera svona samhent í því að klára þessa dýpkun þarna út í skurðinn. Þannig að það er sérstakt ánægjuefni.
Nú, en leið að því að þetta nú síðast í bæjarstjórnarfundurinn minn, að sinni allavega að þá vil ég nú brýna fyrir þeim sem að verða hérna áfram í næstu bæjarstjórn, að þó við séum búin að dýpka þennan áfanga, að þá erum við vonandi ekki hætt að dýpka. Hafnarframkvæmdir hérna í Grindavík eins og í öðrum höfnum, þeim mun væntanlega aldrei ljúka. Ég hugsa þegar að menn voru að grafa hérna í gegnum hópið á höndum að þeir sem það gerðu, ég er ekki viss um að þeir hafa gert sér grein fyrir hvaða verk þeir voru að hefja þegar þeir grófu þennan skurð. Kannski hafa einhverju hugsað að þetta verður flott ef við erum búin að opna inn í hópið, að þá erum við bara save forever. Þannig að það er ennþá mikið verk fyrir höndum. Skipin eru alltaf að stækka og við höfum talsvert rými hérna núna þegar við erum búin að endurnýja þetta stálþil sem við erum að gera núna, að þá má segja að við höfum leguplássið og svo erum við jafnframt að fara að undirbúa það og í rauninni byrjaðir á því að auka plássið á kajanum, því að eftir sem eru stærri skip og meiri umsvif í höfninni þá þarf svona meira landrými. Þetta landrými þarna við Suðurgarðinn, það á eftir að nýtast og byrjaði að nýtast að hluta, þó að umgengnin á því kannski sé ekki alveg til fyrirmyndar í dag. Og svo þarna austur á Villaðsjónum, þar liggur fyrir að auka landrými til þess að laða að fleiri skip og skapaði aðstöðu. En við erum ekki hætt að dýpka og ég brýni ykkur í því bara að hefja strax áætlun á næstu skrefum í þeim efnum. Því rýmið er aldrei nóg og kjörorð Grindavíkurhafnar er öryggi og þjónusta, og eftir sem við dýpkum meira og höfum meira svigrúm fyrir skipin, að þá erum við að auka öryggið. Þannig að ég bara brýni fyrir ykkur þeim sem ætla að halda áfram af sama krafti og þið hafi verið hingað til að halda áfram framkvæmdum við höfnina, dýpkun og hvað það nú heitir. Já, takk fyrir það, Pál. Hvetjandi ræða fyrir bæjarstjórnarmenn sem halda áfram varðandi lífæðin okkar. Orðið er laust. Nú þeir sem samþykja tilboð Björgunar EHF að fjárhæð 74.209.370 gjörsölu rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er ég 12. mál. Það er knattspyrnufélagi GG, óskun styrk. Óskar eftir 60.000 viðauka að fjárhagsáætlun 2018 vegna hækkunar á samningu knattspyrnufélagi GG. Þetta hafði nú komið fyrir bæjarráð. Já, undir þessu liði þá hefur Hjörtur Voltesson óskað eftir að víkja fundi meðan við tökum þetta mál fyrir. Afsakaðu, Hjörtur. Nú, þetta mál hafði komið fyrir bæjarráð og bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka upp á að fjárhæð 60.000 verði fjármagn að verða að lækkun á handbæru fé. Orðið er laust. Þeir sem að samþykkja viðaukan gjörsölu rétt upp hönd. Það er samhljóða. Hér er mál númer 13. Já, ég ætla nú aðeins að bíða eftir
að hún var nú ekki vísað úr húsið en Pétur fulltrúi B komið aftur í salinn. Já, velkomin aftur, Hjörtur. Það er 13. mál. Kennarafélag Reykjanes, það er ályktun. Ég ætlum ekki að lesa ályktun upp en þið eruð væntanlega séð hana. En undir þessum liði þá er orðið laust. En einhver sem vill. Kristín María, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, hér er verið að lýsa áhyggjum af því að flótti séu starfsstétt kennara og ég ætla að leyfa mig bara aðeins að tala aðra stétt í samhengi við þetta, að það er starfsstétt leikskólakennara og nú hefur við verið að fara á stúfuna og verið að spjalla við fólk, náttúrulega í aðdraganda kosninga og þetta liggur mjög þungt á mörgum. Þetta er stærsti launaliður sveitafélagsins, að það eru sem sagt laun þessara starfsstétta og þetta er stærsti og dýrasti málaflokkur sveitafélagana eins og við þekkjum öll. Það eru fræðslumálin og ég get alveg að mörguleyti tekið undir þessar áhyggjur bæði hjá grunnskólakennurum og ekki síst leikskólakennurum í þessu samhengi. En við höfum talað við erum með samninganefnd sveitafélaga sem hefur verið að semja fyrir hönd sveitafélagana og ég veit svo sem ekki með hvaða hætti bæjarfulltrúar sjá fyrir sér afgreiðslu á þessu máli. Nú ætlum ég bara að upplýsa hér með, ég er sjálf kennari í fæðingarorlofi en ég er í þessu samhengi bara líka að benda á aðra starfsstétt sem hefur líka þessar sömu áhyggjur og við stöndum frammi fyrir því sem sveitafélag að ætla að stækka við. Mér sýnist allir flokkar vera með þetta á stefnuskránu sinni að bregðast við húsnæðisvanda skólana og ykkur er alltaf að byggja nýja leikskóla og það þarf starfsfólk í það. Þannig að á sama tíma og við viljum óska þess að geta bætt í þjónustu á þessu sviði og stækkað og tekið fleiri börn og þá þurfum við náttúrulega að hafa mannskap í að annast þau. Þannig að fyrir mitt leyti þá ætla ég bara að segja ég skil þessar áhyggjur en þetta er stór launaliður sveitafélagana, því er ekki að leyna. Og þetta er það sem við höfum séð vera að stækka eða vaksa í okkar ásreikningum. Þegar við fyrir yfir okkar fjármál og hvert okkar tekjur að fara, þá sjáum við augljóslega að launin eru að hækka og þá þurfum við náttúrulega bara að finna þetta jafnvægi. Hvað getum við gert með hversu mikið reksturinn krefst af, hversu mikið við þurfum að fara með í gjöldin, þar að segja greiða laun. Hvað getum við gert fyrir tekjurnar okkar? Þannig að ég vildi svona bara aðeins leggja orð í belga því að mér finnst það ekki alveg hægt að enginn ætla að tjá sig um þetta því þetta eru raunverulegar áhyggjur á svæðinu og ekki bara á Suðurnesjunum, þetta eru allt land og mér langaði líka að benda á hina starfsstéttina sem eru leikskólakennararnir. Þannig að þeir hafa ekki síður áhyggjur. Takk. Já, takk fyrir það. Kristín María, orðið er laust. Já, það má heilsu að taka undir með og skiljanleg ályktunin en það eru líka fleiri hópar og við höfum okkar samninganefnd og vonumst bara til þess að eðlilega viljum við allir hafi sem best laun. Fólk er allt mikilvægt, kennarar, leikskólakennarar, þetta er samfélagi allt. Nú við vorum á vetrarfundi þar sem orðið áhyggjuefni að manna bæði þetta, sjúkrahúsin okkar og fleira. Það vantar fagfólk og við vonum það bara að fólk náði saman og það megi manna þetta með mannsamandi launum. Þá tala ég alla þessa hópa og alla þessa aðila. Nú þetta er bara lagt fram. Gjörðu svo vel, Þórunn.
Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Langar bara aðeins að bæta inn í þessu umræðu að bæjarfélag okkar hefur verið aðeins að vinna í þessu og skoða möguleikana. Ég er ekki með þá alla hérna í höfðinu núna en það sem að ég man eftir núna þá höfum við til dæmis að því að námi var lengt upp í 5 ár. Þannig að kennari fær ekki kennsluréttindi fyrir eftir 5 ár en hann getur útskrifast eftir 3 ár með ekki fullnægjandi kennsluréttindi en Grindavíkurbær hefur greitt þeim kennurum sem eru komið 3 ár, sem eru komið BEd-gráðu, þeir hafa fengið laun samkvæmt því til þess að halda þeim í náminu og tryggja okkur gott starfsfólk. Þannig að ég veit að það er og líka eins með leikskólana, þú myndist á leikskólakennarana, að þá hefur við verið aðeins að skoða hvað getum við gert, kannski auka stjórnunarhlutfall og skoða reglur í sambandi við forgang fyrir starfsmanna, börn og annað slíkt. Þannig að þetta hefur aðeins verið í umræðinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Þórunn, þetta var gott að þetta kom fram, orðið er laust. En eins og ég segi, þetta er ályktun, lögð hér fram, en nú leggur forseti til að við gerum fundarhlé. Það er samþykkt. Ég meinti það en ég sagði þið.
Nú jæja, eftir stuttfundarhlé að þá vill forseti óska eftir að taka inn 3 mál sem láðist að komast inn á skrána hjá okkur, en ég bendi á það að þessi bæjarstjórnarfundur, hann var settur á núna þann 16. maí, en það var skipulagsfundur á mánudaginn og það er 2 sólarhringa fyrirvari með að setja gögnin inn og það er búið að vera bara álaga á skipulagsnefndinni og fleira og þetta komst ekki inn með réttum hætti, en ég ber það undir bæjarstjórninni að taka inn 3 mál. Það er að segja að það er umsókn og lóð, Hólmasund 1, tvær umsóknir Hólmasund 1 og Akur umsóknum byggingarleyfi. Eru bæjarfulltrúar sammála því að taka þessi mál inn og setja þau aftan við dagskrá? Það er samhljóða. Þá höldum við áfram. Það er 14. mál. Ársuppgjör 2017, Grindavíkurbær og stofnanir. Ársreikningur Grindavíkurbæjar og stofnana hans fyrir árið 2017 er tekin til síðar umræðu. Vísað er til yfirferðar endurskoðanda og sviðsstjóra fjármálastjórnsýslu sviðs við fyrri umræðu þann 24. apríl síðastliðinn. Engar breytingar hafa orðið á ársreikningnum frá fyrri umræðu. Endurskoðandi Grindavíkurbæjar hafa áritað ársreikningin fyrirvaralausri áritun. Orðið er laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er ekki hægt að láta hjá líðast að koma hér upp eða klára hér ársreikning fyrir árið 2017 sem var afgreiddur með tæpa 300 milljón króna afgangi. Ég ætlaði bara hér að ítreka að það er svo sem ekkert sjálfgefið að vel sé haldið utan á rekstur bæjarsjóðs og ég vil hæla þeirri bæjarstjórn sem hér situr samtakamáttinn í að halda hér vel utan fjármuni og rekstur bæjarins. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Orðið er laust. Nú þeir sem að samþykja ársreikningin og staðfesta með undirritun sinni gjörðu svo vel rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það 15. mál. Kjörskrárstofn þjóðskrár lagður fram. Erindið er bæjarstjórn samþykki kjörskrá og sveitarstjórnarkosningar í Grindavík sem framfara 27. maí næstkomandi. Á kjörskrá eru 2196 kjósendur. Kjörstaður verður í grunnskólanum við Ásabraut. Jafnframt samþykki bæjarstjórn að veita bæjarstjóra fullnaðar heimild til að fjalla athugasemdir og gera nauðsynlegar leiðréttingar að úrskurða ágreiningsmál sem kunna að koma fram að kjördegi vegna sveitarstjórnarkosninga 27. maí næstkomandi í samræmi við 10. grein laga kosningar til sveitarstjórna. Orðið er laust. En þeir sem eru samþykkir að veita bæjarstjóra þessa heimild gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. 16. mál. Það er aðalfundur bókasafna haldinn 30. maí 2018. Lagt er til að Andrea Ævarsdóttir fulltrúi Grindavíkurbæjar verði fulltrúi Grindavíkurbæjar á fundinum. Orðið er laust. Þeir sem eru samþykkið því að Andrea Ævarsdóttir verði fulltrúi, bókasafnsvörður verði fulltrúi Grindavíkur á aðalfundinum, gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. 17. mál. Beiðni umsögn. Körfuknattleiksdeild Grindavíkur
óskar hérna eftir tækifærisleyfi. Sótt er hann leyfi til áfengisveitinga í tilefni dansleik sem halda á í Íþróttahúsinu í Grindavík þann 2. júní næstkomandi. Orðið er laust. Þeir sem eru samþykkið því að veita tækifærisleyfið, gjör svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við gerum ekki athugasemd, en það var nú einhver... Já, við gerum ekki athugasemd að leyfið verið veitt, ég held sé rétt í það var það. En það var nú einhverja breytingar á þessu. Þá tökum við fyrir, það eru 3 mál eftir, áður en að við förum í fundagerðir. En það er umsókn og lóð, Hólmasund 1. Erindi frá Kollagen EHF í erindinu óska eftir lóð við Hólmasund 1 fyrir kollagenframleiðslu úr fiskfroði. Samkvæmt deiluskipulagi fyrir svæðið sem er staðfest í B-deild stjórnartíðinda þann 7. ágúst 2012 og gildandi aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030 er Hólmasund 1 ætlað fyrir hafsækna starfsemi. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að erindi verði samþykkt. Já, augnablik. Páll Jóhann víkur á fundi meðan þetta máli tekið fyrir. Í heldar... Nú orðið er laust. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn erindi verði samþykkt. Þeir sem eru samþykkir erindinni lóðaveitingu, gjör svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða með 6 atkvæðum. En eins og áður gat að þá vék Páll Jóhann af fundi við afgreiðslu þessa máls. Þá er það annað umsóknarmál, sömu lóðar og ég ger ráð fyrir að Páll Jóhann komi ekki inn við afgreiðslu þess. En erindi frá 240 EHF í erindinu óska eftir lóð við Hólmasund 1 fyrir geymsluhúsnæði. Samkvæmt deiluskipulagi fyrir svæðið sem er staðfest var í B-deild stjórnartíðinda þann 7. ágúst 2012 og gildandi aðalskipulagi Grindavíkur 2010-30 er Hólmasund 1 ætlað fyrir hafsækna starfsemi. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að hafna erindinu. Þeir sem eru sammála því að hafna erindinu, eða orðið er laust, þeir sem eru sammála skipulagsnefnd að hafna erindi, það sem uppfyllir ekki það að vera undir hafsækna starfsemi, gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða 6 atkvæði. Páll Jóhann vék frá. Þá er síðasta málið að ég tel fyrir utan fundagerðir, en að þessu máli loknum munum við ljúka beinni útsendingu en fundurinn í sjálfu sér heldur áfram. En það er Akureyri umsókn byggingarleyfi. Jón Guðmundur Ottosson sækir byggingarleyfi fyrir hönd fasteignafélagsins Steina EHF á breytingum innan og utanhús að Akri samkvæmt teikningu frá Tækniþjónustu SA EHF. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að erindi verði samþykkt með fyrirvarum fullnægjandi og hönnunargögn. Nefndin bendir á að lóðinni eru fornminjar. Orðið er laust. Þeir sem eru sammála skipulagsnefnd að veita þetta með fyrirvarum fullnægjandi og hönnunargögn og
áminningu um það að á lóðinni séu fornminjar, gjörsvel rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Nú þá ljúkum við fyrirgefðu. Já, Páll Jóhann gjörsvel. Forseti ágætt bæjarfulltrúar. Ég bara ætla að taka með það bessaleyfi hérna að þakka ykkur fyrir samstarfið. Sumum hérna í 8 ár og öðrum eitthvað minna. Já, það bara búið að vera ánægjulegt að starfa með ykkur. Þó að ég hef ekki alltaf náð að sannfæra ykkur mínar skoðanir en þá hefur það allavega verið heiðarlegar umræður og oftast nær á ákvæðu nótum. En það bara verið ánægjulegt að starfa hérna fyrir Grindavíkurbæ. Það nú ekki amalegt að starfa fyrir svona vel stöndugt sveitafélag og ég treysti því að næstu bæjarstjórnir munu halda áfram þessari góðu stjórn eins og hún er búin að vera síðastliðin 8 ár. Nú þessi milljarður, þetta viðmið hjá okkur flestum að hafa einhvern milljarð í sjóði að þó að milljarður minnki jafnt og þétt í verðgildi, en þá er það svona hugsunin á bakvið það sem að mér finnst eiginlega svona mestu vert að hafa það markmið og það svona það styður menn í því að virkjar svona aðhaldið í okkur öllum að hafa eitthvað svona til að miða við. Þannig að ég vona að það verði nú áfram og menn verði ekki búin að steypa sveitafélögin í einhverjar skuldir áður en yfir líkur. En bara aftur takk fyrir mig og þakka öllum bæjarbúum fyrir að hafa treyst mig til þessara verka. Takk fyrir þetta, Páll Jóhann. Kristín María, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta tímamótafundur. Þetta er síðasti fundur bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili og mér langar að taka undir með kollega mínu í bæjarstjórn, honum Palla Jóa, að þakka ykkur fyrir mjög ánægilegt samstarf. Þetta hefur verið samstarf og sumir hafa verið einmitt í 8 ár og aðrir að hverfa á braut og einhverju muni halda áfram. Þannig að ég ætla bara ekki að hafa þetta mjög langt en mér langar að þakka ykkur líka kærlega fyrir ánægileg 4 ár í bæjarstjórn. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Formaður bæjarráðs. Þá held ég sé við hæfi að forseti lokið þá allan beinni útsendingu en við munum funda hér áfram, það var svo sem en það er ágætt að gera það. Forseti vil þakka þér, Páll Jóhann, þú hefur sagt að þú hverfir á annan vettvang og bara bæjarstjórn óskaðir hins besta og eins líka föðuleg ráð til þeirra sem eftir verða að halda jafnvel hlutina og raun ber vitni. Nú þá vil ég þakka ykkur öllum samstarfið á kjörtímabilinu. Það er eins og svo sem Palli Jó talaði að við tókum stundum á og stundum vorum við sammála og stundum unnum við bara mjög vel saman. Ég ætla ekki að fara að tíunda hvaða mál það voru en ég vil líka þakka bæjarráði á þessu tímabili, sérstaklega í málefnum dagforeldra og að vinnslu að úrlausna í leikskólamálum og dagforeldra. Þar voru við ákaflega samstillt, mikil vinna sem lá að baki, bæði hjá Nökkva og Ármanni og við bæjarráðið og það starf gekk mjög vel og algjör einurð hjá bæjarráðinu þar. En það var ekki fleira, þá bara hættu þessar útsendingu en við höldum áfram fundin og gerum stutt fundarhlé.